Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já, í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Okay. Ætlar þú að setja með mækinn, eða? Já, ég skal setja hann á þig og reyna að hafa lengra frá af því að fólk kvartar yfir því að það heyrist miklu meiri í þér en mér. Ég hef það svona lengra frá, ég hef minn nær af því að þú ert með ótrúlega röddsteina. Nei, þú ert að raddseima mig. Nei, ég er að segja að þú ert með stórkostlega rödd. Þú ert að raddseima mig. En heyrirðu hvernig og ég er? Og ég ætla að fara í svona kröfugöngu. Já, raddkröfu. Bara mín rödd má heyrast. Ég má heyrast! En hvað með mína? Heyrirðu hvernig ég er? Ég er búin að leika sko 2 fúsa núna. Já, ég gerði líka, ég dubbaði. Og ég kom inn í dubb og ég var að dubba svona norn. Og ég vissi ekki, hún byrjaði að öskra í fyrstu sinni. Svo var hún líka að öskra í annarri sinni. Heyrðu, hún var líka að öskra í þriðju sinni. Ég stóð á öskrinu í 2,5 klukkutíma af því að þetta var þannig karakter. Og ég var svo mött í raddböndunum. Svo kem ég norður að leika fúsa. Og það er svo mikill spuni og rock og svona að ég segi bara, já, ok, fuck it. Ég er bara að fara að rústa í mér röddinn núna og það tekur mig viku að jafna mig. Þess vegna er ég svona mött núna. En þú ert með röddsteina. Fyrir ekki, ég ætla aðeins að taka ábyrgðina hérna á því sem er að gerast hérna. Vegna þess að þú er búin að segja tvennt. Já. Heyrðu hvað ég tala lágt. Já, en núna ertu komið mækinn lengra í burtu. Já, nei, en sko, þú ert búin að nefna tvennt sem er ekkert víst að fólk skilji hvað er. Ok, hvað? Fúsa, það er semst leiksýning sem þú ert að leika um hann Fúsa. Já. Og Dóra var semst fyrir norðan að leika þessa frábæru sýningu, Fúsa. Já. Og svo það dubba. Ég er ekkert viss að viti allir hvað það er að dubba. Já, það er semst að lesa yfir erlendar teiknimyndir eða myndir á íslensku, það er að dubba. Það er að dubba, en sko, ég er rödd í heimsfrægum tölvuleik. Já. Og ég er stundum kölluð inn til þess að leika þar einhverjar svona valkyrjur. Já. Og þá er ég í stúdíó í 2 daga og öskar svoleiðis og svo er ég bara raddlaus í viku. Já. Því það er allt bara eitthvað svona, þetta eru svona einhverjar víkingakonur. Já. Og ég tala svona. Og það er eitthvað svona, get them, run. Og þarf að beita röddinni einhvern veginn, þetta eru svona einhverjar verur. Já. Og af því að það er svo mikið svona secrecy kringu svona tölvuleiki, þá fær maður ekki einu svona almennilega mynd af karakterinn sem maður er að leika, heldur bara svona hálfkláraða mynd, af því að þeir sem gera svona leiki eru hræddir að fara að leka út einhverjar information, að ég bara taki upp símann og segi, Dóra, veistu það að karakterinn sem ég er að fara að leika í þarna Ace of Galaxy, eða ég man ekki hvernig það heitir þessi leikur, lítur svona út, þetta er ógeðslega fyndið. Þannig að maður er bara, já. Eyðileggur í sér aðbundir. Og svo er þetta, þú veist, að maður hefur ekki, af því að maður fær ekki handrit náttúrulega þegar maður dubbar, þetta er orðnir ógeðslega klárir í að gera þetta og leikstjórnir eru með allt á hreinu, sko. En ég átta mig ekki á að karakterinn er að fara að öskra í öllum senum. Þannig að ég undirbý mig ekki fyrir það og nálgast verkefnið ekki eins tæknilega. Veistu það, ég verð að labba aðeins frá, þú verður að skemmta fólki. Já, en sko það er bara allt í lagi af því að þú ert með míkrofónum fasta við þig, þannig að þú getur farið þarna inn í herbergi og fólk hefur jafnvel Ég skil ekki alveg hvað er í gangi hérna. En þeir sem eru að horfa, þeir sjá þig ekki, og manstu þeirna, þeir sem eru að horfa, sem að fá ekki að horfa fyrir þú, ert búin að setja þættirinn á YouTube. Já, ég veit það. En það sem gerðist núna var það að mér vantaði veipið mitt. Já. Ég er svo mikill nikótínisti að það er rosalegt. Heyrðu, ég sá í gær á Instagram sem er núna minn áreiðanlegasti fréttamiðill. Já. Ég myndi segja að það væri bara rosalega gott að hanga svolítið inn á Instagram. Að nikótín, sem er náttúrulega bara mjög gott fyrir okkur, það er aðallega í fæðutegundum eins og kartöflum, tómutum, og hvað heitir þetta, eggaldinni
þessum plöntum sem eru kölluð nightshades, það er að segja sem að vaksa. Sem að makrobíótíska, af því fyrsta matreiðslunámskeið, eina matreiðslunámskeið sem ég fór í á þegar ég var ólétt á Steineyju, það var makrobíótískt matreiðslunámskeið, ég var 20 og ég ætlaði sko aldeilis að elda fullkominn mat og þá bannað að nota allt sem að vex á nóttunni. Tómata, eggaldin, paprikur. En nú er sem sagt komið í ljós að við eigum bara aldeilis að tróða í okkur nightshades af því það er mjög gott fyrir okkur að fá nikotín í líkamann. Já, þannig að makrobíótíska matreiðslunámskeið gerði ekki mikið gagn. En ég gerði þetta nú bara í smá tíma að sleppa þessum dóti þarna. Þú varst náttúrulega fullkomin móðir. Ég var fullkomin móðir. Já, þú varst algjörlega komin. Og full. Og full. Nei, ég hætti að drekka í 3 ár og hætti En að þú reykja líka. varst full af því leyti og þú varst algjörlega tilbúin í þetta. Já. Not, ég veit það. Heyrðu, en hérna, það er svolítið skemmtilegt að við erum báðar í appelsínugulu. Heyrðu, Ananda Margasystur kýs ég að kalla okkur. Þetta er algjör tilviljun fyrir þá sem að horfa þegar þú ert búin að setja inn á YouTube. Þá erum við báðar í öllu appelsínugulu í dag. Þetta er fáránleg samtíðnun hérna. Já, það er það. Og hvað gerir það fyrir því, Þóra, að vera í appelsínugulu? Það gefur mér orku og það hafa komið tímabil þar sem ég get ekki hugsað mér að vera í appelsínugulu. En appelsínugulur hefur samt alltaf verið einn af mínum uppáhaldslitum. Klæðir þig vel að vera í appelsínugulu? Já. Er eitthvað sem klæðir mig ekki? Já. Hvað? Mér finnst til dæmis svona brúnir, daufir jarðlitir. Já. Svona drappað og brúnt og svona fölgrænt, ekki klæðir. Guð, og ég sem er svo hrifin af því. En þetta með appelsínugululitin, ég er sem sagt tilbúin að vera í appelsínugulu núna, þannig að ég er tilbúin að láta litin gefa mér orkuna að vera í tíðinni litarins, þessa litar, en ég hef ekki getað hugsað mér það í svolítinn tíma, að vera í sterkum litum. Nei. Það er svona eins og kannski að byrja að detta inn aftur. En þegar hrunið kom til dæmis, 2008, þá hætti ég að vera í svörtu og í svona 6 ár, þá fór ég ekki í svarta flík. Þannig að þá var eins og ég fattaði bara, ég gæti bara ekki, ég átti mikið af svörtum fötum, þú veist, gamli pönkarinn, einhvern veginn. Allt í einu bara gat ég ekki farið í þau. Ég þurfti gleðina sko, úr fötunum. Sko þar síðasta sumar þá náttúrulega eiginlega gekk ég í baddóm og þá fór ég bara að ganga í skærum litum. Já, eins og... Já, bleiku og gulu og grænu og svona, þú veist. Og það var náttúrulega, þetta var svolítið áreynslukent og þetta er svona, þú veist, það er svolítið sorglegt þegar gamalt fólk byrjar að klæða sig svo leikskólabörn. En ég þurfti bara að taka þetta tímabil, sko. Já, merkilegt. Merkilegt. Og ég var náttúrulega bara hræddust við það þegar ég var út á götu að það kæmi bara einhver önnur fullorðin manneskja og færi með mig á leikskóla. Já, bara tæki bara átti að sjá hvað það var í stönd í ferlunni, í bráðnuninni. Í bráðnuninni, já, nákvæmlega. Heyrðu, en við erum víst hér með þátt sem heitir Á ég að hendinni. Og ert þú með bók í dag? Já, ég er með bók. Ég er með bók sem að ég fann. Já. Lokaæfing eftir Svövu Jakobsdóttur. Já. Mamma leikstýrði þessari sýningu. Er það? Já. Og hún Edda Þórarins og Sigurður Karlsson léku aðalhlutverkin. Og ég held að Sissa, Sigrún Edda frekar en Bauja hafi leikið Guðbjörg Thoroddsen hafi leikið stelpuna sem er þarna lítill karakter í þessu verki. Manstu hvað þetta verk er? Þetta leikrit, Svövu Jakobsdóttur, já, þetta er að þau halda sig að koma atómsprengja og þau loka sig, er að æfa sig fyrir það ef atómsprengjan springur. Já, ég meina þetta er náttúrulega hluti á okkar æsku. Já, þess vegna kom ég með hann og hugsaði, já, þetta er eitthvað svona uppspretta hvaðan við komum og þessi ótti sem er í samfélaginu núna, við þekkjum hann frá því að við vorum í þú veist, við vorum alltaf hrædd við atómsprengjuna og þetta leikrit Svövu Jakobsdóttur var fyrst sýnt af hálfu Þjóðleikhússins í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn í Færeyjum. 31. ágúst 1983, þá varst þú 14 og ég 15. Og var slík frumsýning íslensk leikrits erlendis, alger nýlunda. Ég vil að geggja samt að lesa að erlendis er Færeyjar.
Hún var frumsýnd erlendis. Frumsýning hérlendis var á útgáfudegi þessara bókar 7. október 1983. Viðtökur leikritsins í Færeyjum voru afbragðs góðar eins og þessar tilvitnanir sína. Í stuttu máli sagt var reynslan í leikhúsinu þetta kvöld ómetanlega gjöful og veitti áhorfandanum nóg að hugsa. Svava Jakobsdóttir hefur samið nærfærnislegt og áhrifaríkt leikrit eitt hið brýnasta og alvarlegasta íhugunarefni samtíðarinnar. Kjarnorkuvána. Já. Þetta sem sagt hjón sem að byggja sér kjarnorkubyrgi í húsinu sínu og svo ef ég man rétt, þá eru þau sem sagt, þá þetta svona æfing þar sem að þau eru þarna í byrginu og bara þetta verður mjög nærgöngult þegar þau komast ekki út eða eru búin að loka sig einhvern þarna inni, þá náttúrulega þurfa þau að kljást við hvort annað og það engin leið út úr því. Og ég man að þetta var mjög spennandi og ég man að þau voru alveg að niðurlotum komin í lok sýningarinnar, það það sem ég man, sko. Og alltaf alveg frábæri leikarar, bæði... Siggi Karls, Edda Þórarins og Sigrún Edda Björnsdóttir. Og Sigrún Edda, já, ok, það var þetta rétt. Þú manst þetta rétt. Viltu við leiklið sem einhverja senu? Já, ég var að hugsa það. Ég ætla bara að opna einhvers staðar og við dettum inn í senu. Ok. Hérna eru Beta og Ari. Einhver díalógur milli þeirra. Það hérna, þriðja atrið, hérna. Ætlar þú að vera Beta eða? Ég skal vera Ari, af því ég svo dimmröddu núna. Ok, þriðja atriði. Tæp vika liðin sem þau eru búin að vera í byrginu. Já. Það morgun og búið að leggja diska á morgunverðarborðið. Beta fyrst ein á sviðinu og leikur sér að tölvuspili. Í tölvuspilinu heyrist hávært áreitið píp. Ari, eiginmaðurinn, kemur niður stigann með matarskamt til dagsins. Þarna, já, áfram, hægri, nei, aftur á bak. Hún í tölvuspili. Já, hún í tölvuspili. Já, áfram. Já, skilurðu. Ok, já. Þetta, já, áfram, hægri, nei, byrja aftur á bak, fjári, passa, já. Matarskammturinn. Áfram upp, svona, ég þetta rauða, hægri, vinstri, upp. Ég komin með matarskammtinn. Af hverju truflarðu mig? Mér langar í meira kaffi. Beta. Ég veit það. Þú verður að beita sjálfsaga. Disciplín, Beta. Það það eina sem gildir. Ef ég fengi annan bolla núna, gæti ég vel hugsað mér að sleppa kvöldkaffinu. Ertu viss? Nei. Hvað má bjóða þér að drekka? Viltu kannski kaffi, vinan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Já. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur ég gegnum svona poka. Okay. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta sem bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda. Ég vil þetta rauða. Ok. Rúbínkaffi. Galdurinn við að lifa af í svona kjarnorkubyrgi að fylgja planinu út í æsar. Ég veit það, ég bara ekki eins dugleg og þú. Ég gæti líka þegið annan kaffibolla ef ég leyfði mér að hugsa það. En ég hugsa ekki það einu sinni. Hvað þá að ég hafi orð á því? Ég ætla mér að láta þetta takast. Já, fyrirgefðu. Fyrirgefa, ég ekki síst að þessu þín vegna. Ég veit, en má ég ekki fara upp og sækja matinn á morgun? Bara einu sinni svo ég fái tilbreytingu. Þú ferð þó upp á hverju morgni. Beta, þú veist að það lífshættulegt að fara upp. Lofa mér því að nefna þetta aldrei framar. Jæja þá. Og taktu þetta ekki svona nærri þér. Ari heldur áfram að vinna. Beta reynir að hafa ofana fyrir sér, meðal annars með því að gera líkamsæfingar. Loks tekur hún naglalakseyði og fer að hreinsa af sér naglalakk. Hvað ertu með? Naglalakseyði? Lokaðu þessum fjanda strax, þetta stórhættulegt. Finnur ekki hvernig þetta mengar loftið? Beta hættir í miðjum klíðum, eigrar skoðar meðal annars pálmalundin, tekur svo tölvuspilið og byrjar að spila. Þetta píp óþolandi. Ég að reyna að hugsa. Beta hættir, starir út í loftið. Það ekki nógu heimilislegt hérna. Við hefðum átt að hengja upp málverk. Málverk? Og hvar hefðum við átt að koma þeim fyrir? Við höfum getað hent út slatta af bláberjasultu. Þú talar eins og væri með tonna bláberjasultu. Það naumast þú sér ofsjónum yfir henni. Af hverju hefur ekki sagt mér það fyrir að þú hefur ekki gaman af málverkum? Auðvitað hef ég gaman af málverkum. En ef við hefðum haft auka rými hefði verið skynsamlegra að geyma eitthvað annað en málverk. Eins og hvað? Eitthvað sem kæmi sér vel á eftir. Eitthvað sem hægt var að hafa gagn af. Málverk verða bara til trafala. Engin málverk. Ég hugsaði ekki út.
Þú talar eins og því sé alveg sama. Það þarf að segja mér að þér þykja ekkert varið í öll málverkinu okkar uppi. Það skaðar ekki að þau séu falleg, en þau eru fyrst og fremst, eða voru góð fjárfesting. Það veistu eins vil og ég. Þú ætlar þó ekki að halda því fram að þú hafir ekki gert þér bein fyrir að þau voru arðbær fjárfesting. Nei, þetta vissi ég það. Mér fannst ekki skaða að þau væri arðbær fjárfesting, en mér finnst þau fyrst og fremst falleg. Af hverju höfum við engar bækur hérna niðri? Bækur? Hvað áttu við? Bækur? Um hvað? Þú hefur ekki verið með nefi niður í bókum hingað til? Ég las nótur, en þér þykir það kannski ekki merkilegt heldur. Af hverju tókstu þú ekki með þér nótnabók? Ég hefði getað haft hljóðfæri hér, alveg svo þú ert með allt þitt dót. Hljóðfæri? Hér? Mikið hefur verið sljó. Það eins og ég hafi ekkert hugsað þarna uppi. Alfræðibók. Við höfum getað haft alfræðibók hérna. Alfræðibók? Af hverju? Ef ég þarf að muna eitthvað, vita eitthvað, nú Rembrandt til dæmis. Það ekkert pláss hérna fyrir alfræðibók. Við hefðum getað... Nei, við hefðum ekki getað sleppt einhverju öðru. Þegar líf og dauð að tefla og engin björg að fá nema hér, hvort vildur þá heldur éta, alfræðibók eða skinku? Segðu ekki éta, það er svo ljótt. Borða þá. Af hverju höfum við aldrei eignast alfræðibók? Það veit ég ekki. Skiptir heldur engu mál úr þessu. Öll þekking úrelt. En hvar varðveitist þetta allt? Það mun enginn vita neitt. Bach? Hvernig hefur það getað spilað? Getur þú hugsað þér heiminn án Bachs? Ég get það náttúrulega, en ég get það náttúrulega ekki. Það náttúrulega ekki að marka. Ari? Ég hugsa ekki út í slíkt. Það þýðir ekkert að vera að velta þessu fyrir sig. Það dregur bara úr manni kjark. En það væri vel hægt að bjarga þessu öllu með því að byggja nógu stórt kjarnorkubyrgi. Til þess að bjarga öllu sem mannskepnan hefur sankað að sér hefði hún þurft að búa neðanjarðar alla sína hundstíð, lifa þar og starfa og koma aldrei upp fremur en moldvarpan. Það er svo margt sem ég hugsaði aldrei út í. Það er til bók Hiroshima, er það ekki? Það eru til margar bækur Hiroshima. Ég hefði átt að lesa þær. Til hvers? Það eru bara óhugnaður. Hvernig óhugnaður? Það var allt öðruvísi. Þá kom það fólki að óvörum. Núna erum við viðbúin. Við erum óhult hérna. Það verður allt í stakasta lagi ef þú ferð ekki á tauginni. Við höfum það ljómandi gott hérna og okkur líður vel, skortir ekkert. Verð ekki að eyðileggja allt fyrir okkur með depressjón. Ég kemst ekkert áfram með vinnuna fyrir þér. Af hverju tekur þér ekki eitthvað fyrir hendur? Hvað ætti ég að taka mig fyrir hendur? Finndu þér eitthvað. Getur ekki... Prjónaðu. Prjónað? Getur þú prjónað? Prjónað? Hvað? Ertu bilaður? Hefur þú nokkuð tíma séð mig með prjónað? Er það nokkuð vandi? Býtu, og hver ætti ég að fá gatn? Heldur ég sem er gatn hérna? Æ, ég sagði bara svona. Og þó svo ég kynna að prjóna, já, ég get nú varla sagt að ég kunni það, að hvaða gagni kæmi það á eftir? Hvað fengi maður gatn? Ekki einu sinni ull? Drepast ekki allar skepnur? Hvernig fáum við föt? Það fer allt. Fatabúðir, efni, loðfeldir og húðir. Við höfum ekki einu sinni fíkjublöð, eins og þau þarna, þú veist, fyrstu manneskjurnar. Þau eru þó gróður, en við verðum nakin í gróðurlausum kuldanum og höfum ekkert til varnar nema húðina á okkur sjálfum og hún þykknar og harðnar og svo fara að vaxa okkur hár, þannig að við verðum kafloðin eins og mammútar. Hætt þessu, ég er búin að byggja fullkomnasta kjarnorkubyrgi á Íslandi. Áreiðanlega eina kjarnorkubyrgi sem er 100% öruggt. Fylla það af mat og öllum hugsanlegum nauðþurftum. Ég er búin að kosta milljónum til þess að við lifum af kjarnorkustyrjöld ósköttuð. Og þú ert ekkert nema vanþakklætið og ímyndunarveikin, dregur upp dekkstu myndir, gerir ráð fyrir því versta, eins og ég hafi ekki nóg að hugsa. Er eitthvað að? Þetta! Hann hendir frá sér vinnutekningunum. Ég skal þegja. Fæðan er það mikilvægasta, skilur það? Einhvern veginn verðum við að geta aflað okkur matar þegar við förum upp á yfirborðið. Auðvitað skil ég það. En hvernig? Ég er búin að velta því fyrir mér öllum hugsanlegum leiðum og ég rek mig allstaðar á tvennt. Það verður skortur á vinnuvélum eða skortur á hráefni.
fiskurinn er það Já, þú varst búin að segja mér það. Sjá til, ég hef rafgreiningatækið geymt hér í kompunni. Já. Ég ætlaði að framleiða mitt eigið vetni. Ég reiknaði með að ég kæmist í vatn, einhverja ársprænu, einhvers staðar. Já. Ég ætlaði að knýja mótorn í bátnum með vetni. Já, en hvað er þá að? Það er fífldirska, ég ger ekki ráð fyrir að eitthvað bili. Það bilar alltaf eitthvað og það verður ekki hægt að gera við vélina eða vindarelluna eða vatnsgeyminn og þá get ég ekki framleitt rafmagn. En árarnar, hefurðu þær ekki í bátnum? Það eru veiðitæki, manneskja. Ég get ekki nota netin á árabát út á rúmsjó. Með hverju á ég að ná fiskinum? Allt sem ég hef verið að gera er ónýtt. Hvaða vitleysa, Ari, það er ekkert ónýtt. Við höfum bara að ná fiskinu með höndunum. Með höndunum? Já, við getum týnt krækling í fjörunni. Ég verð að ná í fiskin á dýpi til þess að forðast geislun. Nú, hvað gerðu mennirnir áður en vélarnar voru fundnar upp? Öngul, ég verð að smíða öngul. Já, öngul. Já, auðvitað. En úr hverju? Úr hverju get ég smíðað öngul? Þessar dósabeglur duga ekki til neins. Finnur ekki eitthvað? Sér þú ekki eitthvað? Einhvern málm? Hringurinn minn, giftingarhringurinn? Ég þyrfti ekki einu sinni beitu. Það myndi glampa á hann. Það er hægt að þrældraga fiskinn með þessu. Klippir giftingarhringinn sinn sundur með töng. Þetta bjargar okkur beta. Ok, vá, þetta er rosaleg situasjón. Hann lifir sér svona rosalega inn í það að, þú veist, að þau séu komin inn í ástand. Þetta er æfing, en hann lifir sér rosalega inn í það. Hann er að fá ofboðslega útrás fyrir svona kallmennsku sína að vera svona resourceful, sjá fyrir öllu og eitthvað svona. En hún er bara alveg að drepast úr leiðindum þarna og finnur sér engan tilgang og hún er ekki alveg búin að kaupa, þú veist, hún er ekki alveg svona, lifir sig ekki svona inn í þetta eins og hann, skilurðu? Þau eru hægra heilahvel og vinstra heilahvel. Hún er í sko sköpunarkraftinum eða þú veist í umhverfinu og hún er byrjað að sakna stimulunasjónarinnar úr umhverfinu sem er þá málverkin, bækurnar, innblásturinn, allt það sem er fyrir utan okkur. En hann er alveg einbeittur á verkefnið, að sigra verkefnið. Ef að við ættum að byggja okkar eigið kjarnorkubyrgi, skilurðu, hvað myndum við hafa inn í því? Ok, við höfum viku. Nei, veistu það, ég er ekki viss um að ég myndi, ok, nú ætla ég að segja, ein vinkona mín sagði sem er alin upp í Austantjaldslandi. Ég held að það er að segja, svo er alin upp í kjarnorkubyrgi? Nei, en hún er alin upp í, hún er pólsk. Já. Og hérna, hún er fyrsta mannskja sem sagði við mig, ég er ekki viss um að ég vilji lifa af kjarnorkusprengju. Ég held að ég myndi velja verða fyrir henni. Ég er ekki viss um að ég nenni í lífi mínu að takast á við afleiðingar kjarnorkusprengju. Ég hafði aldrei hugsað þetta sjálf. Af því ég hafði alltaf hugsað hvernig ætla ég að lifa það af og kjarnorkubyrgið og hvað þarf ég að safna miklum mat og hvernig ætla ég að plana þetta og hvernig ætla ég að vita hvernig ég á að takast við heiminn þegar hann er alveg breyttur, þú veist, og hérna, en hún sagði bara, nei, ég myndi velja verða fyrir sprengjunni. Ok. Ég ætla að mega bara aðrir takast á við það. Já, ég ætlaði nú ekki að draga þig niður í þetta djúpsæði. Nei, en nú er ég að segja, nú erum við í leik. Ég og þú erum að fara ofan í kjarnorkubyrgi eftir viku og aðstæður eru þannig að við þurfum að vera saman. Börnin okkar og Nico eru ekstra safe, en við þurfum að vera saman. Bara við tvær? Við tvær þurfum að vera saman. Oh my god, við erum allavega með hérna plötuspilara, af því það er náttúrulega ekkert netsamband. Við erum með plötuspilara? Já, og við þurfum að vera rosa mikið rafgeymum því að það er ekkert rafmagn í heiminum. Eða við þurfum að útvega okkur gamla plötuspilara sem hægt er að snúa og þá þarf ég svolítið að, við þurfum svolítið að vera búin að vinna í því. Af því að músík verður algjör. Við verðum, já, og við þurfum að taka öll hljóðfæri sem við getum nálgast í okkar nærumhverfi. Við verðum að hafa píanó, við verðum að hafa gítar og þú eru að hafa alla flauturnar þínar. Og alls svona hristu og trommur. Já, og svona gamlar kennslubækur í hljóðfæraleik, af því að við bara getum farið að mastera læra. Já, alls kyns hljóðfæri. Já, ég ætla að læra á gítar. Já, akkurat. Ég ætla ekki að læra úkulele, af því að það er stuttaleiðin. Ég ætla bara að læra á gítar. Þú lærir bara gítar og hérna. Ok, og hvað meira? Við þurfum að hafa pappír
pappír og liti og svona, þú veist, þannig að maður geti skapað eða, þú veist, ég finn bara að það sem ég þarf að gera þetta niður, að ég loka þetta niður, ég þarf bara að leika mér. Já. Ég þarf bara að búa til leikvöll. Já, leikvöll. Það sem Ari hérna í lokaæfingu, hann er ekki að búa til leikvöll, hann er að hugsa hvernig hann ætlar að lifa þegar hann kemur aftur upp, en hún Beta, konan hans, hún saknar þess að sé ekki leikvöllur og innblástur. Já, þau eru raunverulega í tvöföldu energi. Hann er í skortinum, sko. Þú veist, hvað get ég gert til að verða ekki undir, hvað get ég gert til þess að verja mig og þú veist, hann er í fight or flight. Já, hann ætlar að lifa af. Já. Það er náttúrulega pingu eins og, já, einmitt, hérna bækurnar hennar Sigríðar Hagalín. Ég myndi taka með mér rosalega mikið af svona þægilegum fötum. Já, við þurfum ekki að vera í brjóstahöldurum, en við getum samt alveg verið í brjóstahöldurum. Ég myndi alltaf fara í brjóstahöldur að vera fín fyrir þig. Já, takk. Nei, ég meina bara þannig að brjóstunum væri ekki bara slást utan í svona... Já, það væri leiðilega. Nema við færum í kynferðislegt samband. Heldur við myndum gera það? Heldur við gætum ef við vissum að það myndi aldrei neitt annar koma inn í líf okkar? Að við færum... Nei, ég er ekki viss að við færum í það. Ég held ekki heldur. En við færum kannski í stórkostlegt kynferðislegt samband við okkur sjálfa. Já. Það er það sem við myndum gera. Já, getum tekið með okkur alls konar svona tantrabækur, svona self-healing fyrir konur. Já, vá, það verður geggjað. Já, svo varum við svona að bera saman bækur okkar. Já. Heyrðu, ég nefnilega þekki konu sem er búin að vera í námi, sem að, sko, er raunverulega að sko, já, þetta er ekki beinlínis svona eins og að verða kynlífsfræðingur eða þannig. Þetta er meira svona að þroska sitt eigið kynheilbrigði og samband við sinn líkama og náttúrulega sko kynorkan er náttúrulega bara samofin lífsorkunni og það eru, þú veist, í mjög mörgum konum og í mjög mörgu fólki alls konar blokkeringar sem tengjast kynferðislegri reynslu og bara, og hún er svona að hjálpa fólki að vinna með alls konar svona sómatíska verki í líkamanum sem eru svona verkir sem að koma fram sem líkamlegir verkir. Það er semst andleg þjáning sem koma fram sem líkamlegir verkir sem tengjast einhvers konar bælingu eða sársauka eða vondreynslu í gegnum kynlíf. Og í náminu sínu þá fekk hún sko, það var eitt heimaverkefni að hún þurfti sko þetta var bara svona verkefni bara og hún þurfti að stunda sjálfsfróun á alveg ákveðinn hátt og fara svona í gegnum einhvern prósess, í einhverju andlegar æfingar og meðan hún var að því og hún átti að gera þetta í viku. Heyrðu, þetta var svo gaman að þegar ég hitt hann þá var hún búin að vera 176 daga þar sem hún hefði ekki misst úr dag að taka tíma fyrir sig og þú veist, stunda sjálfsfróun og fara í þessa innri vinnu með sjálfur sér og hún sagði bara að þetta væri merkilegasta sjálfskoðunarfélag, ferðalag og þetta sjálfskoðunarfélag. Maður er náttúrulega sjálfskoðunarfélagi með sjálfur sér ef maður gerir svona, en þetta væri eiginlega svona lærdómsríkasta sjálfskoðunarferðalag sem hún hafði komist í. Ætlar þú að gera þetta? Byrjaður á þessu? Nei, en mér finnst þetta bara mjög áhugavert. Ég er til í þetta. Já, og ég held kannski bara, hún er að ljúka náminu. Já, ok. Og ég get ekki auglýst hver hún er af því að ég hef ekkert umboð til þess og hún er heldur ekki búin að ljúka námi. Nei. En ég er mjög spennt fyrir að fræðast meira um þetta. Ég held að það sé aldur líka hérna, frá 55 og upp úr. Eigi að vera svolítið þetta þegar maður er búinn að rassakastast með börnin og búinn, þú veist, þá er bara engin tími til að sinna þessu, segi ég, svona í þessu energíi, sko. Já. Það er svona frelsistími framundan. Já, og þú veist, það er svo margt sem ég hef uppgötvað til dæmis og ég var að spjalla við vinkonur okkar í gær sem eru alveg 10 árum yngri en við og eru kannski svona að byrja að labba inn í breytingaskeiðið, að sko ég er algjörlega sannfærð það að það er af ásetningi sem er búið að markaðsetja breytingaskeiðið sem einhver hrylling. Breytingaskeiðið er ekki hryllingur. Það er markaðsett á þennan hátt, svo að segja að sko láta okkur trúa því að við þurfum að taka alls konar lyf og þú veist og við séum einhverju þolendur, þetta sé svo erfitt og svo framvegis og framvegis. Þetta eru þetta breytingar á okkar hormónastarfsemi
En við erum líka að vaxa upp úr ákveðnu hlutverki. Við erum að ganga út úr móðurhlutverkinu og ganga út úr þeirri ábyrgð og ef það er allt í lagi með okkur þá erum við líka að gefa börnunum okkar frelsi til að verða sjálffullorðin, sleppa af þeim tökunum og við erum að losna undan ákveðnum skyldum og ábyrgð og eitthvað svona og ég upplifði allir þegar ég hef farið í tekið svona tímabil þar sem að maður fer í svona kóf og hitnar svona og svitnar. Mér finnst þetta bara að vera líkaminn að hjálpa mér að losna út úr svona einhverjum hlutverkum sem ég hef verið í sem ástkona, móðir, eiginkona, þú veist, einhverjum svona sleppa af mér einhverjum duties og ég er að fá að stíga einhvern veginn bara aftur inn í sjálfa mig og eignast sjálfa mig aftur, skilurðu, af því að maður hefur náttúrulega ekkert átt sjálfan sig meðan að maður er með lítil börn, skilurðu, og þá er líka komin tími til að, einmitt á þessum aldri, að maður hreins upp alla kompleksa, þú veist, fari í gegnum svona hvar maður hefur svona gengið á sjálfan sig, vegna þess að þú veist, það er flókið að vera ung kona. Ég meina, þú veist, ég hef ofboðið sjálfur mér svo oft til dæmis á svona, hvað ég var að segja, þessi svona tilfinninga og svona kynferðissviði sem eitthvað svona sem ég myndi aldrei gera í dag. Skilurðu, farið illa með mína orku og ekki verið að hugsa eigin hag og allt það, og núna einhvern veginn, og ég held að partur af því að maður gerir það er það að maður er svo mikið í þjónustu varu og maður er einhvern veginn ekki alveg í sér þegar maður hefur svona marga aðra að hugsa. Þannig að breytingaskeiðið er geggjaður tími og mér langar bara að segja að þú veist, svitakófin, maður á bara að fagna þeim vegna þess að það er bara verið að losa gamla streitu, bara leyfa þess að fara og maður á bara að segja yes, bara hreinsa þetta út, bara taka þú veist, bara losa böndin og keðjurnar, sleppa. Og þú veist, og mér finnst ég í fyrsta skipti á ævinni vera núna af því að elsku kvensjúkdómalæknirinn minn, hann Arnar Hauksson, sem er náttúrulega búinn að halda í hönd, eiginlega búinn að vera minn eini læknir frá því ég var unglingur, hann tilkynnti mér með hátíð að breytingaskeiðið væri 20 ár. Það eru 10 ár áður og hættur á blæðingum og 10 ár eftir að blæðingum lýkur. Þá erum við í þessum stóra 20 ára boga og fyrst voru þetta svo mikið vonbrigði, ég var bara, guð minn góður, nei, ekki segja þetta, þú veist, af því að það búið að segja mér að breytingaskeiðið sé svo hræðilegt. Svo hefur það ekkert verið svo hræðilegt. En við erum kannski heppnar. Ég hef ekki átt hræðilegt breytingaskeið en ég hef samt farið í breytingaskeiðinu gegnum þennan kvíða og þú veist alls kyns og ég er að taka hormóna og að því bara ég var ekki að sofa og svo hætti ég að taka þá eftir 1 ár og aftur fór ég ekki að sofa og ég sagði, ég er frekar að deyja út af hormóna pillum sem að láta mig fá einhvern sjúkdóm eða eitthvað, frekar en að sofa ekki í 10 ár. Af því að ég held ég degi á sama tíma, ég held að koma út á eitt. Þannig ég hef valið svefninn. En kannski er breytingaskeiðið þar sem við þurfum að skipta einhvers konar tempó. Kannski þurfum við að... Ég er náttúrulega definitely að skipta tempó núna. Og kannski þurfum við að aðlaga okkur að breytingaskeiðinu í staðinn fyrir að líta á breytingaskeiðið sem einhvern sjúkdóm. Já, sem að aðlaga sig ekki að líf okkar. Nei, en þarna tengi ég alveg. Og samþykkja það að við eigum að fara að taka ógeðslega mikið af lyfjum til þess að bæla niður það sem er að gerast í staðinn fyrir að við förum inn og rannsökum hvað er að gerast. Er þetta tími þar sem ég þarf bara núna að fara að hlúa að mér af því ég verð að hlúa svo mörgum öðrum. Já, ég ætla að segja þér eitt til dæmis af því að nú er ég að kenna upp í Listaháskóla bara lítið og ég er ekki svona fagstjórinn eða með neina ábyrgðar, ég kem bara aðeins inn að kenna og það er rosalega erfitt fyrir mig. Af því að það er bara einhver breyting, svona energísk eða orkuleg breyting að eiga sér stað innra með mér að mér finnst svo erfitt að koma inn af því að áður hef ég mætt og ég hef komið með orkuna mína og ég hef látið hana smita rýmið þannig að þau geti farið með og ég hef gefið þeim af mér, svona eins og móðir eða svona fóttur. En núna
get ég ekki hugsað mér að koma með þá tíðni með mér inn. Ég vil koma inn og vera í meiri ró og ekki búa til orkuna, láta þau búa til orkuna, skilurðu? Þannig að... Þú ert að stefna inn í ömmuorkuna sem getur verið áhorfandi og leiðbeinandi og þú ert með þína reynslu, skilurðu, þú getur gefið, en þú þarft ekki að vera mamman. Já. Þú ert ekki lengur mamman. Nei, og þetta ógeðslega erfitt af því að ég kem inn og mér finnst ég ekki ná eins miklum árangri eins og áður. Af því áður ef ég kom orkun þá fann ég orkuna í mér. En núna ég að fylgjast með henni vakna í þeim. Já. Og það svona tendensin til þess að ég labbi tilbaka og fara að búa til orkuna eins og ég gerði það. En ég bara meðvitað að skoða mig í þessu. En ég vil, sko, og ég í transition, ég í miðjun á þessu, ég ekki komin í land að eignast það að geta komið inn í ömmuorkunni. Ég í boga á leiðinni þangað. Þú ert í boga á leiðinni þangað, sko. Og þetta svona, ég var bara í vikunni, ég búin að hugsa þetta því ég var að kenna í vikunni og ég skildi ekki af hverju. Nei, en ég meina, þetta bara svona samræmi við allt fólk sem segir að það sé svo gaman að vera af og amma vegna þess að þú getur leyft þér að koma inn en svo getur við bara leyft þér að sleppa tökunum. Og þetta náttúrulega mjög fallegt sem þú ert að lýsa að leið og þú aðeins tekur ábyrgðin af þér og leyfir þeim svolítið að halda ábyrgðinni, þá ertu faktískt að hjálpa þeim að vaxa. Þú ert að hjálpa þeim að vaxa og þú ert líka í ákveðinni hógværð að segja ég skipti ekki öllu máli, skilurðu, og þetta þetta, þú ert að stíga inn í þessu orku, ég má bara vera hérna á kantinum, ég get leiðbeint ef ég þarf, en ég ætla að leyfa þeim að blómstra, skilur. Og þetta eitthvað svona, þetta áþreifalegt inn í mér, sko, sem transition, sko. Þú veist, ég get ekki hugsað, menn ég líka búin að hugsa þetta, hvort mér langi að leikstýra, og þá finn ég bara, mér langar ekki að leikstýra og koma með, þú veist, brjálaðan kyndil. Nei, ég skil. Þú bara, sem að... Heldur að láta verkið og leikarana svolítið kveiki þér og leyfa þeim að búa það til og vera svona utanumhaldið, sko. Og þetta svona, ég ekki komin. Ég veit ekki, ég ekki komið öryggistilfinninguna gagnvart þessu. Ég ekki komið vissuna í mig, í skrokkin, að þetta leiðin. Dóra, hefur þú komið til Nice? Ég veit, hún heitir Nice. Það mjög næs í Nice. Það Nice. Já, ég veit það. Og það næs í Nice. Og að því að Icelandair byrja að fljúga beint síðastlið sumar, þá í fyrsta skipti í staðinn fyrir að vera búin að vera í löngu ferðalagi og drífa sig þangað sem maður var að fara. Þá sem bara eitt flug og þá vorum við nokkra daga í Nice áður en við fórum einhvert annað í Suður-Fraklandi. En það Nice í Nice. En ég ætla aðeins að fá að bakka á því að Arnar sagði mér þetta með þessi 10 ára eftir við hættum á blæðingum, þá séum við ennþá í þessum fasa. Og í fyrsta skipti á ævinni ég farin að mónitora eigin líðan frá mánuði til mánuðar vegna þess að ég sé hætt á blæðingum. Þá ég núna farin að taka eftir sveiflunum í hverju mánuð því þær eru eins. Og þú veist, það kemur þarna kaflinn þar sem ég hef mjög mikið þrek til að gera hluti og bara mikla orku og alveg bara, þú veist, bara kveikt á öllum ljósum. Svo koma dagar þar sem ég finn að ég á bara að taka því rólega. Og svo koma dagar þar sem svona spenna í mér, svona óútskýrð spenna. Það allt svona frekar þungt í vöfum, ég verð tortryggin, ég ómeðvitað misskil hluti, þú veist, það í mér svona mótstað og andstað, það þessi pirringsdagar sem eru yfirleitt, þú veist, áður en maður fer svo á blæðingar. En þetta alveg eins og ég sé ekki farin að fara á blæðingar. Og ég hætti, þetta sko, mér finnst svo glatað að það sé ekki talað einhvern veginn meira þetta þegar við vorum ungar konur, að við lærum að skilja að þessar sveiflur, að ég meina ég bara tala fyrir mig vegna þess að þetta hefur alltaf haft áhrif á mig og einhvern veginn alltaf hvað það, þú veist,
bara einu sinni í mánuði var ég bara svona brjálið í skapinu og allt ónýtt og ég bara, þú veist, ég var tilbúin að skilja, þú veist, henda börnunum, hætti í vinnunni, þú veist, berja náungan, skilurðu? Ég hef aldrei kortlagt þetta. Nei. En það er sennilega af því að... Og ég vildi óska að, þú veist, að maður hefði bara fengið að skilja að þessar hormónasveiflur í manni, þetta er ekki vandamál, þetta eru auðæfi. Sko, ef þú lærir að þekkja þetta og ef þú veist nákvæmlega hvað er að gerast hjá þér, þá er þetta rosalegu styrkur af því þá veistu, ókei, núna hef ég 10 daga þar sem ég get virkilega hrinda öll í framkvæmd og græjað og gert og allt þetta og svo koma hérna 3 dagar, nei þá ætla ég ekki að fara í matarboð, ég ætla ekki að fara að taka einhverju rosalega miklar ákvarðanir, ég ætla bara að vera aðeins útaf fyrir mig. Og svo dagarnir sem ég verð brjáluð, þá ætla ég bara að setja mið á hurðina, talaði við mig á 50-daginn. Já, einmitt. Nei, en í alvöru. Já, ég veit það. Og sína sjálfum sér hennar skilning. Og ég átta mig að ég get ekki kennt dætrum mínum þetta, að því ég hef aldrei, sko ég á marga vinkonur sem hafa skoðað þetta hjá sér, ég hef aldrei haft þörf fyrir að gera það. Nei, ég fyrst að sko fatta þetta núna, 55 ára, og þá finnst mér þetta kerfi okkur svo stórkostlegt. Mér finnst þetta svo, mikið ríkidæmi að búa yfir þessum breytileika. Geymir þú peningana þína í skókassa undir rúmi? Nei, það ger ég... Hvar geymir þú þá peningana? Í Íslandsbanka. Nema hvað? En þar er ég með eins og marga litla skókassa, þú veist. Ég er með skókassa til þess að safna fyrir sundból, eins og stakst upp á daginn að ég þyrfti að fá mér. Ég er með skókassa til þess að safna fyrir sundból. Það er orðið aðkallandi, bæði á eitt? Það er aðkallandi og ég sitt bara eitthvað 50 krónur á mánuði þar. Ég er að safna mig fyrir Guðbæ. Já, það er almennilegt. En þú ferð ekki að koma nefn og þú sett í nýjum sundból. Ok, þá kannski fyrir að bæta á sundbólsreikningin hjá mér. Talaði við þá í Íslandsbanka. Þau hljóta, sjá fram úr því að þú getur keypt í nýjan sundból. Íslandsbanki er þinn skókassi. Heyrðu, það er hérna að koma, það er hérna þessi psykadelska ráðstefna sem er núna einhvern tímann í vor. Það er að koma þangað læknir sem heitir Julie Holland. Ég heyrði hann að tala á ráðstefnu í Washington fyrir 6-7 árum síðan. Og hún var einmitt að segja sko að heilbrigðiskerfið og sko lyfjafyrirtækin sem er náttúrulega yfirleitt stjórnaði karlmönnum, þau hafa alltaf verið að finna ráð til þess að jafna út þessa sveiflukenndu líðan kvenna. Og það er miklu auðveldara að ráða við okkur ef við erum sett á svona geðjöfnunarlyf, þunglyndislyf, kvíðalyf og konur finna fyrir þessari vanlíðan og þær finna fyrir þessum sveiflum í sér og þær vilja vera alltaf eins. Þær vilja ekki þurfa að gangi í gegnum þetta vegna þess að umhverfi segja þeim að þetta sé ekki sniðugt og þær eru þá kallaðar hysterískar eða móðursjúkar eða eitthvað svona. Í staðinn fyrir að við sko embraceum þetta, tökum utan þetta og þetta er styrkur okkar. Þetta er náttúruaflið. Þetta er náttúruaflið okkar og þú veist allir heimurinn geti beðið notið góðs af því. Ok, þannig að við þurfum að fara að ljúka þessu podcasti með þeim orðum að það var sjálfsfróun sem að maður á að sinna betur, eitthvað komast í tæri við einhvern sem getur gefið manni aðgang það. Sko, við getum alla lært að nýta sko kynorkuna sem er auðvitað lífsorkan til þess að heila okkur sjálfar. Já. Skilurðu? Og svo er það að kortleggja sveiflurnar. Og nálgast líkamann okkar á fallegan hátt og væntumþykju og þú veist, gera okkur sjálfum til góða. Já, og svo að komast kynnast náttúrunni í okkur sem er þá líka að dansa með okkar eigin náttúruafli, þú veist, á mánaðarbasis, í túnkringum. Já, vegna þess að fyrirgeðu, þegar við erum unglingar, þá var bara, ef þú ert á blæðingum, þá bara, þú veist, þetta er ekkert mál, bara harka af sér og eitthvað svona. Og ég, sko, þegar ég horfði tilbaka, þá var þetta bara ofbeldi. Ég var alltaf svo veik þegar ég var á blæðingum og ég átti bara að fá að vera veik. Og þær konur sem eru mjög veikar þegar þeir eru á blæðingum, þær eiga bara að fá að vera veikar í 2-3 daga. Já, einmitt. Skilurðu? Og hugsa bara vel um sig. Heyrðu, ég hitti stjörnufræðing á Akureyri og hún sagði mér... Þú ert svo heppin típa, þú ert alltaf að hitta svo skemmtilegt fólk. Heyrðu, þú líka, þú varst nú að hitta einhverja konu sem að sagði þér frá þessari sjálfsfróun. En ég hitti stjörnufræðing og hún sagði mér að það eru 2 svona Saturnusar return í lífiðinu. Eitt er
sennilega í kringum 28 ára eða eitthvað svona, þá Saturn return í kortunum hans, þá fer maður inn í að mastera allt þetta, tengist það eins og role model í human design líka. Ok, þar ferði inn í að mastera karriérinn þinn. Þú veist, halda utan um heimili, fjölskylduna, ná árangur, svo kemur annað svona Saturn return þegar þú ert í kringum 58 ára aldur en þú ert byrjuð að finna fyrir því áður. Þá ferði inn í staðan fyrir að successin sé fyrir utan þig, þá fer hann í innra með þér. Það sko, af því, mér langar bara að segja að við erum annars vegar með kynorkuna sem bara í litlum hringjum á hverjum degi, þú ert með mánaðarorkuna sem að þekkja þá sveiflu og svo hægt að skoða plánetur í það sko í 30 ára bógum eða 10 ára eða 5 ára. Veit ekki meira það, en ég ætla að hún gaf út einhverja bók, ég ætla að skoða það. Og ég verð að bæta einu við að sko konur lifa lengur en menn og konur og hvalir og eitthvað eitt annað spendýr, þá sko kvendýrið lifir lengur en karldýrið. Og það eru einhverjar 3 skepnur jarðar, það eru konur, hvalir og ég man ekki hvað þriðja dýrið Og það vegna þess að það einhver tilgangur í því. Heimurinn þarf ömmur. Af því að við geymum viskuna. Og þá ég ekki að tala um þekkinguna, það það sem að heilinn safnar í sig. Við geymum viskuna sem þetta að finna, að sensa, að skynja og að geta miðlað og að vera ekki að friða í okkur með því að vera alltaf að grípa inn í, heldur að vera til leiðbeiningar þegar þeir sem yngri eru þurfa á okkur að halda. Þess vegna hefur hvað ég að segja, þess vegna það þannig að við lifum lengur en kallarnir. Af því að yngri kynslóðirnar þurfa að hafa ömmurnar til þess að tappa inn í visku heimsins. We're the wisdom keepers! We're the wisdom keepers! Já, ég vil bara segja við allar konur á breytingaskeiðinu, þið haldið á viskunni. Viskan is ours, heyrðu. Já. Þessi þáttur búinn. Og ég þarf að stytta hann svo 10 mínútur af því hún búin að vera svolítið lengi. Nei. Veistu það, ef fólki finnst hann langur, þá sleppur fólk bara á því og það allt í lagi. Við vitum það ekki. Nei, við munum aldrei. Nei, ég meina og mér finnst það líka bara gott að fólk sleppur þegar það búið bara nóg. Já.